Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að halda áfram að ræða húsnæðismál. Ætlum við verðum ekki í því bara alla þessa viku. Það má minna á það að annað kvöld heldur Vorstjarnan fund um íbúðamál, húsnæðismál og ég held að þau ætli nú ekki síst að ræða vanda unga fólksins og svona einhverja jaðarhópa líka og yfirskrift þess fundar neyðarástand og þau tala um húsnæðiskrísuna. Við ræddum við fulltrúa frá Vörðu í gær og í dag komin hingað fulltrúi frá HMS að Rauðaborðinu. Vertu velkominn, Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur. Takk hérlega fyrir. Sko, já, ég notaði þarna þessi orð sem að sumir telja lögmætt núna, neyðarástand, krísa. Hvert þitt mat á slíkri hugtakanótkun þegar kemur til dæmis að möguleikum ungs fólks sem ekki efnaða foreldra til þess að koma sér þaki yfir höfuðið? Sko, staðan hefur oft verið verri. Hún hefur oft verið verri. Hún hefur verið verri. Við erum ennþá að sjá að fólk að kaupa íbúðir og fyrstu kaupendur líka. En það sem kannski áhyggjuefni hvernig fólk að fjármagna sér fyrstu kaup. Það mjög mikið að fá aðstoð frá foreldri sínum sem og sko býður upp á það að þú ert líklegri til að fá íbúð eða ert með foreldra sem með mikið sparifé og það ýtir undir misskiptingu sem eitthvað sem ég tel að stjórnvöld ætti að huga að sko. Þannig að neyðarástand, ég ekki viss að ég myndi taka svo sterkt til orða. Nei. En það allavega einhverjar blikur á lofti sem við ættum að bregðast við. Já, hvernig gætu stjórnvöld brugðist við? Sko, stjórnvöld það fer svolítið eftir líka hvar maður stendur í pólitík. Við nú ég hafa með að sér ríkisstofnun og við eigum að veita ríkisstjórninni ráðgjöf og okkar lögbundna hlutverk bara að tryggja það sé húsnæðisöryggi. Í svona fortíðinni þá hafa stjórnmálamenn verið mjög hrifnir af séreignastefnunni sem að svona lætur sem flesta vera íbúða eigendur og þar einmitt svona þá eru sértæk úrræði til þess að hjálpa fyrstu kaupendum vinsæl og þau hafa reynst mjög góð í því sem að gera. Hlutdeildarlánin eru hluti af þessari séreignastefnu sem hafa með skreiðir út. Þar hið opinbera í raun og veru bara að kaupa með fyrstu kaupendum í íbúðum og það svona væri leið til þess að hjálpa fyrstu kaupendum með því að tryggja það úrræði væri svona meira notað að bæta í að fjölga hlutdeildarlánum. Já, hlutdeildarlánum íbúðum og sjá til þess allavega þeir sem að sækja fái úthluta hlutdeildarlán. Það ein leið. Svo höfum við séð líka á einkamarkaðnum, þar eru verktaka byrjar að kaupa með kaupendum í íbúðum. Það eru svona ný úrræði sem einhvern veginn notuð til þess að tryggja það að fyrstu kaupendur eigi efni á þessu. Þannig að það er margt hægt að gera á þeirri hlið. En ef við hugsum svona grundvalla stærðirnar í þessu, þá ljóst að helsta leiðin til þess að tryggja húsnæðisöryggi fyrir alla bara að tryggja það að sé nægilega mikið byggt í samræmi við íbúðaþörfina á hverri stundu og að byggingamarkaðurinn sveiflist ekki upp og niður eftir einhverjum fjárhags ástæðum. Ég ætla að ræða við eftir skammastund nýjar tölur frá ykkur þar sem að sumir gætu sagt að við sjáum einhverja mótsagnir, geymum það aðeins. En sko, nú Seðlabankinn náttúrulega sjálfstæða stofnun og ekki lengur undir handarjaðri stjórnvalda. Með þeim kostum og göllum sem því fylgja, væntanlega. En sko, það ekki bara málið með ungt fólk eins og aðra íbúðarkaupendur að við erum einhvern veginn langflest búin að sogast inn í verðtryggð lán og í þessu vaxtaumhverfi þá í þessu hávaxtaumhverfi þetta einhverja hæstu raunvextir í heimi sem eru keyrðir hér ár eftir ár og það á að berja
landan til einhverjar hlýðni, til einhverjar hegðunar sem hann skirrist við að breyta. Verðum við ekki að segja að þetta sé hluti vandans? Jú, ég myndi segja að það allavega, við byrjum á Seðlabankanum, hann hefur þetta lögbundna hlutverk að halda verðbólgu stöðugri og gerir það með svona sínum hamri sem eru vaxta ákvarðanir og það allt nagli í augum Seðlabankans. Sumir myndu segja að það er sleggja sem ekki virkaði. Þín orð, ekki mín. En ég hef algjörlega samúð með Seðlabankanum að hann þarf bara að líta til, hann hefur þetta eina markmið og nota þessa háu vexti sem eru sársaukafullir fyrir sérstaklega fyrstu kaupendur sem eru mjög skuldsettir og greiða mikið af lánunum. Þannig að þessi stefna hefur fórnarlömb og sérstaklega einmitt mjög skuldsett fólk. Svo nefndur verðtrygginguna og það er einmitt mjög svona mikilvægt einmitt að halda því til haga. Verðtryggingin gerir þessa vaxtastefnu óskilvirkari. Þannig að við þurfum að viðhalda háum vöxtum lengur og það einmitt ennþá verra þá fyrir fólk sem skuldsett, en það náttúrulega hefur þann kost á að færa sig yfir verðtrygginguna, fær þá á móti minni eignamyndun, en þetta er eiginlega ein af stóru ástæðunum fyrir því að íbúðaverð heldur áfram að hækka þrátt fyrir að vextir séu svona rosalega háir og að fólk geti búið í hærri íbúðir. Já. Svo það annað mál og ég ætla svo sem ekki að ræða það frekar við þig að Seðlabankinn hefur náttúrulega fleiri úrræði heldur en þetta og margir kalli eftir því að það verið aðeins meira hugmyndaflug á þeim bænum. En í dag hefur það orðið okkur ljóst í gegnum upplýsingar á ykkar heimasíðu að það er eitthvað 7500 íbúðir í byggingu. Já. Sem er mjög mikið og Reykjavík hefur þar ákveðið fórystu hlutverk. Reykjavík er að standa sig betur en nágrannasveitarfélögin, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, en á sama tíma þá er fullbúnum íbúðum sem standa tómar og óseldar. Þeim hefur fjölgað mjög mikið upp á síðkastið, sennilega eru fleiri en nokkur árabil, eru meir en 1000 talsins. Og hvernig talar þessar tvær staðreyndir inn í umræðuna meinta krísu? Þetta er eitt af þessum stóru hlutum sem við hjá HMS höfum reynt að greina núna á síðustu 12 mánuðum, leyfum mér að segja. Við höfum statt og stöðugt sagt það að við þurfum að byggja meira og meira og meira. Og svo hér eru komin í einhverja stöðu þar sem er mjög mikið óseldum nýjum íbúðum. Þannig að við fyrstu sýn, já, einmitt virðist þetta þversagnakennt. En við sjáum samt að þetta er ekki endilega þversögn. Við sjáum það er mjög mikill munur á hvaða íbúðir seljast og hvaða íbúðir seljast ekki. Þessar notuðu íbúðir, það seljast ágætlega. Sérstaklega litlar íbúðir sem eru undir 80 fermetra eða eitthvað þannig. Þar sem að við teljum að það eru mikið smerri heimili eða smerri fjölskyldur, kannski bara pör eða einstaklingar að kaupa. En svo þessar nýju íbúðir sem eru á sölu, þær eru ekkert endilega á þessu stærðabili sem að markaðurinn vill. Þær eru mjög margar í, sem myndi segja, miðstærð og eiginlega næstuði allar eru á bilinu 80 til 120 fermetra og þar er svona þeir sem að þar eru komin í þá stöðu að þeir sem að eiga efna á þessum íbúðum vilja ekki kaupa þær og þeir sem vilja kaupa þessar íbúður er ekki efna þeim. Þannig að ég held að stór hluta vandamálinu sé að íbúðuna séu ekki í réttu stærðabili. Svo komum við einmitt að vaxtastefnu Seðlabankans og lánþega skilyrðum hans. Hann hefur, eins og segir, hann hefur fleiri tól heldur bara vextina og eitt af þeim eru lánþega skilyrðin sem að takmarka í kaupendum að festa að kaupa á, að taka stór lán. Og það er svona handbremsa sem heldur aftur af markaðnum. Þannig að á þessar íbúðir sem eru nýjar, þær eru aðeins dýrari heldur en notaðar venjulega. Bara eðlilegt að nýjar íbúðir séu kannski svona 10 til 20% dýrar en notaðar, bara þannig að það eru nýjar.
og vegna þess að eru dýrari þá er ég færri efnaðum. En svo það þriðja og eiginlega mikilvægasta útskýringin á þessu sem að við höfum allavega svona fundið í gögnum okkar. Það eitthvað annað, þrátt fyrir að maður taki tillit til stærðar og verðs á íbúðum. Það einhverjir eiginleikar þessara nýju íbúða sem að gerir kaupendur fráhverfa því að kaupa þarna á þessum reitum. Já, þar hefur verið talað hljóðvist og ekki nægilega hugaða ljósi og einhverju slíku. Já, þetta getur verið sem ég kalla stundum BN3. Það eru byggingagallar og það eru bílastæði og svo birtuskilyrði. Já, bílastæði náttúrulega. Við veitum ekki hvað það við erum ekki með nógu góð gögn til þess að geta greint nákvæmlega hvað það en eitthvað veldur því að þessar íbúðir eru svona lengi á sölu. Já. Ég heyrði líka í ungri konu í gær. Hún svona kringu, ég sé ungri sko, hún milli 35 og 40 ára gömul. Og hún sagði að hennar fjölskylda væri að þyrfti að stækka við sig. En hún væri að halda í sér og það væri þannig með fleiri vinennar að í þessu vaxtaumhverfi þá náttúrulega ofbýður fólki að takast á við frekari skuldbindingar en þær sem það að greiða ekki beinlínis af heldur svona leigutakar rétt fólk má vera heppið ef það heldur láninu bara á sama stað og það var, það ekki beint að greiða af því í þessum verðtryggingarham sem hér en sem sagt þá dettur mér í hug ef það einhver hluti fólk sem að bíða eftir því að vextir lækki nú almennilega og það sé aftur hægt að taka þátt í þessu spili að þessar stærri íbúðir sem að núna seljast ekki, að það geti opnast markaður fyrir þær. Ég held að þessar íbúðir mun alltaf seljast og einmitt söluverðið fer bara eftir því hvert vaxtastig verður, held ég. Þú heldur að sé ekki runnin upp svo tíð að við höfum byggt íbúðir sem ekki seljast? Nei. Það okkur fjölgar ennþá sem þjóð. Okkur fjölgar aðeins hægar en við gerðum ráð fyrir ári síðan en okkur fjölgar samt og fólk vill búa hérna. Þannig að ein ástæðan líka fyrir því að þessar íbúðir standa lengi á sölu það þær hafa ekkert verið að lækka mikið í verði. Byggingaraðilar hafa frekar veðjað á það að þær muni seljast á þessu verði. En þetta bara eins og með hverja aðra vöru á markaði að það alltaf hægt að finna kaupenda fyrir rétt verð. En jú, ég algjörlega sammála þér í því að ég held að eftirspurn á íbúðamarkaði og verðþrýstingur muni aukast ef að vextir lækka. Þannig að fólk getur þá bara boðið herra. Þá gæti líka íbúðaverð aftur farið á skrið. Það er mögulegt. Og við erum að spá fyrir því, við erum líka að reyna að horfa langt fram í tíman hjá HMS. Við erum að spá fyrir því hvernig íbúðaþörfin næstu áratugina og með við bara mannfjölda spá og svona okkar spá hvernig fjölskylduformi muni þróast. Og samkvæmt því það þyrfti eiginlega að byggja svona það bil 4.000 íbúðir á hverju ári. Hvað hefur verið byggt svona undanfarið? 3.000. Og það er allt í lagi núna vegna þess að við sjáum það að fólksfjölgunin ekki jafn mikil og við gerum ráð fyrir. Þannig að ég tel að á svona allra næstu árum munum við byggja í takt við íbúðaþörf og þar að leiðandi tel ég að íbúðaverð geti verið stöðugt. Náttúrulega maður þarf að passa sig í svona yfirlýsingum en ef ekkert annað gerist að öllu öðru óbreyttu að koma ekki einhver fjárfestingabóla eða neitt þannig þá ætti íbúð að vera stöðugt kannski á þessu ári næsta og þar næsta. Hvað gerist svo? Það óvíst ef okkur fjölgar eins og Hagstofan spáir fyrir þá þurfum við að byggja meira og þurfum að vera með byggingamarkað sem að getur byggt meira. Mjög margar fjölskyldur eru með alla sína eign í fasteigninni, alla verðmyndun, jafnvel bara á heilli mannsævi, eignamyndun, ætlaði ég að segja, og bilið á milli leigjenda og hinna sem eiga, það ekkert sem bendir til þess að það sé að styttast. Nei, það sem hefur gerst líka að leigumarkaðurinn hefur stækkað svo mikið á síðustu árum. Og við erum að fá hópa fólki sem að
sér ekki endilega fram á að vera eigendur. Þetta er erlend vinnuafl, þetta fólk sem kemur hingað til að flytur hingað til þess að vinna og þú veist, annarkvort vill það ekki kaupa eða þá getur ekki keypt vegna þess að hefur ekki bakland og getur ekki tekið þessi lán og getur ekki safnað sér fyrir íbúð og sá hópur hefur stækkað og núna eru tæplega 30% fullorðinna á leigumarkaði. Það tvöfalt fleiri heldur en fyrir hrun, það er svona 15%. Og 30% er líka mjög hátt hjá þjóð sem að telur sig vera séreigna þjóð. Þannig að þarna er hópur sem að er á leigumarkaði, flestir þeirra vilja ekki vera á leigumarkaði, og staðreyndin er svo að margir þeirra munu ekki fara inn á eignamarkað, annarkvort vegna þess að þeirra flytja út eftir einhver ár eða þá bara að þau ná ekki safna sér fyrir í þessu fjárhagsumhverfi sem við erum í. Hvað getum við gert með þessa klemmu að sumt fólk borgar, ég bý bara til einhverja tölu, 300 skall í leigu, 350 skall í leigu, það myndi ekki borga nema 250.000 að það kemist inn í eigendakerfið. En það kemst ekki þangað vegna þess að það fær ekki greiðslumat. Þetta er nefnilega ein af þessum svona staðreyndum sem er erfitt að skilja en þetta byggir í grunn á því að bankar þeir eru passasamir sitt fé og þegar þú ert að taka þér húsnæðislán þá ertu að skuldbenda 20 ára fram í tíman. Þannig að þeir líta ekki bara til þess hversu mikið þú getur borgað næsta mánuðin, heldur líka næstu 300 mánuðina og þar af leiðandi er svona einhver auka byrði þarna á til þess að fólk komist ekki inn greiðslumat. En svo er það annað sem er meira, heldur meira aftur af þessum kaupum, það eru þessi skilyrði hjá Seðlabankanum. Þannig að Seðlabankinn er eiginlega búin að ákveða með þessum skilyrðum að þú getur ekki tekið lán nema að afborgunaði sé 35-40% af ráðstöfunartekjuðinum. Þrátt fyrir að fólk vilji og geti tekið stærri lán, þá má það bara ekki fá það. Og er eiginlega að setja belti og axlabönd á fjármálakerfi hér til þess að koma í veg fyrir einhverja bólum. Þannig að, já, þetta er ef þetta kemur í veg fyrir bólu þá er þetta náttúrulega þetta jákvætt en hefur þessar leiðilegu afleiðingar að fólk komist ekki inn á eignamarkaðinn sem vill það. Það var frétt í sumar 80% stóðust ekki greiðslumat. Já, þetta er líklega byggt að tölum frá okkur að 80% fólks á ekki efni eða getur ekki staðist greiðslumat á þessum nýjum íbúðum sem eru á sölu akkurat núna en þá er maður náttúrulega að horfa til einstaklinga og þannig að það sem fólk gerir það kaupir þá saman íbúð sem par eða þá tekur verðtryggt lán sem par en það eru fáir sem að geta tekið óverðtryggt lán núna með svona mikla skuldsetningu en með því hefur haldist líf í fasteignamarkaðinum þrátt fyrir þess að hafa vexti. Eru þið eitthvað að skoða vanskil? Já, við sjáum við erum náttúrulega lánastofnun að einhverju leyti við sjáum hlutdeildarlánin og svo erum við sem líka greiningadeild að skoða alltaf hvernig vanskil eru og þau eru lítil í sögulegu samhengi en hafa aukist eitthvað lítilega. Það virðist vera peningum í umferð, er það ekki? Jú. Launatekjur hafa oft verið lægri, heldur en núna. Já. En það er aðalega þessi veggur fyrir tiltekna hópa að komast inn gluggann. Já, það er eiginlega, þess vegna líka vil ég ítreka það, ég myndi ekki segja að þetta væri neyðarástand, vegna þess að neyðarástand þá það er ástand eins og skapaðist eftir fjármálahrunið 2008. En neyðarástand fyrir öryrkja, leigjendur, einstaklinga, þá sem ekki sambúð út frá því að draumar þeirra fast húsnæði eru mjög veikir núna. Þeir eru mjög veikir og þau voru ennþá veikari þá. Og þá voru stærri, og það benda líka að það voru stærri hópur sem
Já, og stærri hópur og líka leiga sem hlutfall af tekjum, sérstaklega lágtekjuhópa mun lægra núna en það var fyrir 15 ára síðan, hefur lækkað rosalega mikið frá hruni, samt hátt hefur haldist hátt yfir með okkur önnur Norðurlönd. Þannig að staðan hún er ekki frábær hjá öllum, alls ekki, og það ég alls ekki að segja það. Það eru viðkvæmur hópar þarna sem þarf að hugsa og mitt ráð til stjórnvalda væri það að þau myndu huga mitt þessum sem að standa hvað höllustum fæti og sjá til þess að það sé nógu mikið af íbúðum byggt fyrir þær manneskjur, litlar íbúður, félagslega leiguíbúður og óhagnaðardrifna leiguíbúður til þess að sjá til þess að húsnæðiskostnaði þeirra rjúki ekki upp. Já. Það hefur svo sem orðið einhver búbót á þessum óhagnaðardrifnu einingum en sumir vilja bara sjá gamla Verkó endurvækið. Hvað segirðu við því? Verkó einmitt áhugavert skulu nefna vegna þess að það afsprengi séreignarstefnunnar, það var aldrei leiguíbúð, það var bara eignaríbúð fyrir lágtekjufólk og það sem ég sé það ekki passa jafn mikið inn í það samfélag sem við búum í núna, þar sem einmitt við erum með þennan stóra hóp fólks sem að kannski ekki að fara að kaupa sér íbúður. Þá myndi ég telja að vera svona heilbrigðar að stuðla að einhverjum stöðugum leigumarkaði og hafa einhvers konar leiguíbúður, þá einmitt óhagnaðardrifnu leiguíbúðurnar sem að hafa byggst upp núna á síðustu 10 árum með almenna íbúðakerfinu hafa skapað mikið húsnæðisöryggi fyrir mörg þúsund manns og ég held að það sé svona eitthvað sem við ættum að stefna að svona kannski að halda í það og fjölga þeim íbúðum. Já, en þetta stærsta breytingin að þú nefndir hlutfall að 15% okkar voru að leigja kringum hrunið og eru 30%. Já. Og það ég myndi telja að vera vegna þess að við höfum sem vinnuafls frekar atvinnugreinar stækka mikið. Það náttúrulega ferðaþjónustan en svo líka byggingariðnaðurinn og það svolítið kaldhæðnislegt að við þurfum að byggja meira vegna þess að svo mikið að fólki að vinna við að byggja en það svona hluti af þessu en jú, það þessi leigumarkaður þarna og svo fyrstu tölum almenna leigumarkaðan eða þann óhagnaðardrifna þá eru 7.000 fjölskyldur að bíða á biðlistum eftir slíkum íbúðum þannig að það einhver umfram eftirspurn þar myndi ég segja. Hefur eitthvað að segja nágrannasveitarfélögin? Af því ég nefndi áðan að Reykjavík væri nú að standa sig aðeins betur en aðrir. Já, við vorum með opinn fund núna hjá HMS í dag þar sem við kynntum þessar tölur úr íbúðatalningunni og þar var Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæjar og ég spurði hann einmitt þar þá hvernig henni fannst uppbyggingar áform vera á höfuðborgarsvæðinu og það mikið talað til dæmis þessi vaxtamörk sem eru utan og hún sagði að það væri ekki vandamál allavega ekki fyrir Mosfellsbæ, hann geti tvöfaldast innan þessara vaxtamarka og en hún hlustaði samt á áhyggjur þarna frá byggingageiranum sem að kalla eftir meiri sveigjanleika í íbúðuppbyggingu til þess að hægt að byggja þær íbúður sem að sóst eftir þessar litlar íbúður og líka það að þurfa að svona byggja fyrir alla einhvern veginn, bæði þéttabyggð og líka byggja stærri íbúður fyrir stórt fjölskyldufólk. Já, og sáum fram á að það væri hægt að spýta í uppbyggingu. Hún var bjartsýn og Mosfellsbær að fara af stað með uppbyggingu á Blikastaðalandinu sem að stórt land þarna sem að mörg þúsund íbúðum munu koma ef að plönin ganga upp en það þarf að vanda til verka þá til þess að tryggja að þetta séu íbúður sem að vera seldar. Einmitt. Ég ætla ekki að halda þig lengur. Þakka þig kærlega fyrir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS og gangi ykkur vel í ykkar störfum. Takk hérlega fyrir mig.
Nú, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram dagskránni eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.